ágæta fólk. Þá erum við á smá ferðalagi bæinn. Og það gott veður úti. Hellingsumferð. Óvenjulega mikil umferð. Ég veit ekki hvað óvenjulegt í þessu, en það allan svolítil umferð. En það gaman að vera á ferðinni í svo oft áður. Ekki annars. Gaman að vera á ferðinni. Sömu finnst það, kannski skemmtilegur en öðrum. Við erum svo sem á kunnuglegum slóðum, það vantar ekki. Við erum að nálgast hérna Hafnarfjörðinn, Fagra, sem maður er alinn upp í og fæddist í. En hefur nú kannski stystan tíman verið þar, svona af sinni ævi. En það eins og gengur, maður eldist og er hér eða þar og hvar sem bara þess vegna. En samt það er alltaf gaman að koma til síns heimabæjar og hvernig sem á því stendur að þá einhvern veginn teygir mann og rætur sínar þangað þar sem maður er fæddur, ekki? Því ég geri það. Maður er búinn að vera víða svo sem og búið á nokkrum stöðum. En er svona í eðli sínu Hafnfirðingur. Þetta teygir sig alltaf þangað að lokum. Og maður er bundinn þessu. Hvað sem við viljum segja þetta, þá er þetta nú bara þannig. Og er þetta ekki líka svo með landi sem við fæðumst í? Teygir maður ekki alltaf hugann sinn og hjarta þangað þó að maður búi einhvers staðar annars staðar tíma. Manni sýnist það nú að fólk sem flytur að það komi nú flest allt aftur áður en yfir lýkur. Þetta er bara besta mál. Svo líka búum við á þeim tímum í dag að ferðast er eiginlega bara ekkert mál og nú stundir eru fargjöldin svona í lægri kanti. Kannski svo lágum að flugfélögin stynja. Þetta þarf alltaf að vera með réttum formerkjum, ekki? Og ég held það nú að það sé þannig. En þetta er hinn hliðin á samkeppninni. Það er orðið svo mikið af flugvélum í loftinu að þær eru eiginlega, má segja, komnar fram úr sér. Og það sjáum við þegar að fargjöldin orðið það lág að það er komin mínus á reiknistöluna. Það getur aldrei átt að vera þannig og það endar náttúrulega ekki nema á einn veg að eitthvað af þessu stoppar. Það er svo sem ekkert í því að gera, en eins og einhver segir og meðan og við erum hér að stoppa við ljós og beygja við hringtorg og mæta öllum þessum bílum sem eru á ferðinni ásamt okkur. Og það er bara gaman. Nú það lækur inn í Hafnarfirði, blasir hérna við á hægri hönd. Ég sé nú ekki mikið á öndum. Kannski við vatnum nú eitthvað að þeim, kannski fara þar á daginn, ég veit það ekki. En hér er meira af þeim, en engin gæs. Ætli gæsatíminn sé hættur eða eitthvað. Stundum er svo mikið af gæs þar sem maður fer að það er ekki þörfóta fyrir gæs. Þegar ég var strákur hérna í Hafnarfirði, þá var þessi fugl óþekktur, allavega svona í bæjunum. En nú er alveg hellingur og gæs í öllum bæjum sem maður fer í. Þannig að henni hlýtur að hafa fækkað, nei fyrir ekki að þau fjölga.
Það bara kemur ekki annað til greina. Og kannski búið að banna hefur veiðar á gæs verið minnkuð, þannig að henni bara fjölgar sér og fjölgar. Það er alveg möguleiki. Það þarf að vera skynsemi í þessu öllu og líka friðunarmálunum, það þarf að vera skynsemi í þeim. Því ef það er ekki skynsemi í þeim málum að þá fjölga þessa tegundir sér svo mikið að jafnvæginu til að mynda í hafinu er raskað. Drottinn segir að við eigum að gæta garðsins hans. Og hvaða garð er hann að tala um? Hann er auðvitað að tala um heiminn sem við lifum í. Það er garðurinn hans. Og við höfum ekki borið gæfu til að fara vel með hann og stöndum uppi í dag með skömmtun út allt, höft og skömmtun sem aldrei var inn í myndinni hjá skaparanum allavega, svo mikið veit ég. En við erum ekki alltaf að hlusta á þennan blessaða skapar okkar og því fer sem fer. Og nú erum við að komast niður á höfn í Hafnarfirði, Suðurhöfnina. Þegar ég var til sjós hér í Hafnarfirði þá var þessi höfn ekki notuð, ekki svo í muni. Við lögðustum aldrei við hana, þessir togarakallar og bátakallar. Við vorum alltaf hinum megin þar sem að allar þessar blokkir, umdeildu blokkir eru. Sem þykir víst rosalega gott að búa í, ég veit það ekki. Ég hef aldrei komið inn í þær, þetta er nú bara eins og hverjar aðrar blokkir. Og þarna er bátur frá Djúpavík. Og þarna er annar bátur sem heitir held ég Geir og liggur bara. Ég held að það sé búinn að liggja í mörg ár þessi. Hann safnar bara riði, eins og annað sem að er ekkert gert með þetta, það safnar bara riði og svo er það orðið ónýtt. Það er að segja, ef hann er ekki orðinn ónýtur, þá stefnir hann pottþétt í það. Og framundan mér á hægri hönd líka er einhver að fást við ussann. Hann er ennþá verið að veiða bryggjuussa. En þessi líklega veiðir hann sér til matar. Maður veitir nú ussa hérna í eina tíð, en hann var nú ekki til matar. Hann var reyndar ekkert gert við, en ég held að maður hafi ekki einu sinni gefið köttunum hann. Þessu var bara hent aftur. Man eftir því að einhvern tíma kom upp svona della að veiða og selja Elísumjöl sem var bræðsla hérna í Hafnarfirði. En það var nú ekki nema í eitt eða tvö skipti, eða í einu sinni held ég sem ég var með í því og við fengum fyrir einni kók held ég. Það var eitthvað svoleiðis, eitthvað smáttur í bara sem við fengum. Samt ekki neitt. En þetta var gaman, við gerðum þetta í mörg ár og ef við vorum guttar og þeim aldrei, ef við nefntum þessu, svo hættum við að nenna þessu. Og þá fórum við í stórvirkari veiðaðferðir borð í skipunum sjálfum. Og þarna er bátur sem heitir Vilhelm Þorsteinsson. Hann kunni vera frá Akureyri, er þetta ekki Samherjaskip? Jú, þetta er Samherjaskip. Og Samherji hóf starfsemi sína fyrir mörgum árum síðan þegar þeir festu kaup á útgerðarfyrirtækinu Bæjarútgerð Hafnarfjarðar og voru með fiskvinnslu í einhver fá ár og ráku togara einhverja í einhver fá ár líka, en svo færðu þau sig til Akureyrar og hafa verið þar síðan. Þeir eru náttúrulega búin að færa út kvíarnar, það er nú einhver dótturfyrirtæki í Þýskalandi eða ekki, jú, en það er bara Samherja dæmi og það dæmi var að láta byggja fyrir sig splunkunýtt skip, mikil skip,
togara auðvitað, þegar þeir gera út togara. Og þarna viktarskúrinn. Það var einn í hinni áttinni og þangað koma stundum og stótti nótuna þegar maður var á bátan og þá vorum við alltaf sendir eftir löndun einhverjir og til að sækja nótuna og lenti maður í því svo sem eins og sumir aðrir. Þá var alltaf farið inn á vigtina til hann Steina og hann rétti manni blaðið. Það eru mávar hérna á veginum að éta eitthvað æti. Þeir eru svo gráðugir þessi mávar að þeir eru alltaf svangir. Ég held að máurinn geti bara étið alveg bara endalaust. Ef hann finnur eitthvað, hvenær sem er dagsins, þá étur hann það. Ef það er rætilegt. En hann virðist alltaf á sig bitanum bætt. Er það ekki svoleiðis með okkur mennina líka? Við getum oft á okkur bitanum bætt. Og þannig er þetta nú með okkur ágæta fólkið. Að við getum lengi á okkur bitanum bætt. Og við erum að komast inn í enn eitt hringtorgið. Sem er hérna framundan. Hafnarfjörður er fullur af hringtorgum og ljósum. Einhvern tíma var það sagt að Hafnarfjörður væri bær hringtorgana. Ég held að það sé nú ekki rétt. En þau eru nokkuð mörg hérna. En þetta er það sem maður þarf að gera. Þetta er ágætislaust með þessi hringtorg. Og ekki séu þau kannski sérlega skemmtileg öll. Að þá verður þau nú samt til að liðka fyrir og gera það alveg hygglust. Og þarna er knörr að koma inn úr veiðiferð, lítill plastbátur, spýttbátur sem gengur mikinn og gerir styttir ferðirnar með hraðanum. Og þarna er fólk að fara yfir götu, ég sleppi það að stoppa, en ég myndi nú gera það ef ég væri nær. Maður verður að vera kurteis í umferðinni. Þarna við garðinn, Hafnargarðinn, er togari. Ég sé ekki hvað skipið er, þetta er eitthvað ægilegt bákn. Eins og þessi togarar er í dag, þetta eru svona bákn þessi togarar að, já, þetta eru mikil skip og mikil veiðiskip sem færa mikinn afla að landi og við erum að taka kvótan okkar, soldinn kvóta á frekar fáum skipum. Þetta er ein afleiðingin af skömmtunarkerfinu okkar að skipum hefur fækkað, sjómönnum hefur fækkað, tækjabúnaður hefur elst sem hefur fækkað í áhöfn. Þannig að sjómenn í dag eru svona tiltölulega fáir. En þeir eru nú samt enn til staðar og verða vist áfram, því að það verður áfram veitt í þessu landi. Hér erum við á gömlum slóðum, við erum að aka strandgötuna og strandgatan var, þegar ég var hérna krakki, þá var hérna tvístefnuakstur, en svo fljótlega var þessu breytt í einstefnuakstur og það er svoleiðis enn. En það er svo sem ekki mikið vit í öðru en að vera með svona götur, gamlar þröngar götur, ekna í eina átt. Það var alltaf svolítið fyndið þegar maður sá, það kom fyrir ekki oft reyndar, að maður sá bíla keyra í öfuga átt á móti umferðinni. Það þótti fyndið maður. Og maður tók svo greinilega eftir því að maður var náttúrulega vanur því að þetta væri ekki þessa leið. En svo var farið í hinn áttina og þá bara rak maður stór augu. En hérna, gamli skiphóll, hann er beint framundan okkur og hann er núna
bókasafnið, ég held að sé ekki hérna nema bókasafnið í Hafnarfirði, það var flutt hingað. Þannig að húsið nýtist eins og alltaf. Öll hús er hægt að nýta, en það þarf að vera vilji til þess að nýta það. Og nú förum við upp mikla brekku sem er jafn gömul Hafnarfirði, það er Reykjavíkurvegur. Og út af henni út af Reykjavíkurvegi er Kirkjuvegur og svo rétt fyrir ofan Kirkjuveginn kemur Hellisgata og þar fyrir ofan á Brekkubrún er Skúlaskeið. Allt götur sem tilheyra gamla Hafnarfirði. Svo út af þeirri götu eru nokkrar hliðargötur, Nönnustígur, þú veist nú alveg hvar hann er, en hann er út af Reykjavíkurvegi. Og svo framundan er enn eitt hringtorgið og við neyðumst til að fara í það ef við ætlum að fara þá leið sem við ætlum að fara. Og hér er hringtorgið og ég er að fara út úr því og framundan á hægri hönd, þetta er allt á hægri hönd í dag, er Hvalur HF sem til að byrja með var Frost HF sem var frystihús hér í bænum til margra ára og gerði út klettana sem þú manst alveg örugglega eftir, Fiskaklett, Fagriklett, Búðarklett og alla þessa kletta. En þetta er allt saman farið fyrir lifandi löngu og kallar eins og ég, gamlir kallar eins og ég muna eftir en hinnir yngri mögulega hafa heyrt af afspurn. Sjálfur var ég ekki á klettanum en ég man vel eftir þeim. En hérna allir stoppum bara ekki hérna og segjum þetta bara ágætt. Kannski gerum við þetta aftur. Hver veit?